Það held ég kæru hlustendur. Það Arnar Þór og Yngvi Þór sem að heilsa þannig þriðjudaginn. Enn einn þriðjudaginn. Addinn og Iddinn. Enn einn þriðjudagurinn maður. Já. Þetta að velja hvort þetta þorskur eða ísa á þriðjudegi. Já, ég yfirleitt ísa á mánudegi. Það alltaf sé ekki þorskurinn á þriðjudegi. Dommari á þriðjudegi. Já, meina það, já. Dominos kall, ég veit það. Þetta? Já. Já, ég reyndar sko, ég nú talaði það opinberlega að sunnudagar eru pizzudagar hjá mér. Ég fekk mér pizza á sunnudaginn, sko. Já. En náttúrulega eins og hefur komið fram líka, þá var þessi þáttur ákveðin á þriðjudegi. Því að það var bara draumurinn, en stóri draum að fá Dominos með okkur til að geta auglýst þriðjudagstilboðið sem náttúrulega snilt. Hárrétt. Þannig að við hvetjum alla til að panta sér þriðjudagstilboð á Dominos. Já. Ekki vera að flækja þetta. Þurfum við ekki að brydda upp á smá samstarfi að fara að henda þorsk eða ræki eða einhver á pítsunar? Nei, það... Ekki? Það sé nú lítil eftirspurn eftir því. Þú svona lobster pítsukall. Já, reyndar. Er það ekki? Jú. Ég sko, það er náttúrulega tígrisrækjurnar líka og Já. Það allir fjandinn hægt að fá á þetta þarna hjá þeim. Ég vil nú bara kaldsjávar frá dögun í Skagafirði. Já, og það svona toppurinn. Pillaðar. Já. Komdu með það pillaðar. Já. Pillaðar. Já. Verður ekki að vera með eitthvað rækju breakdown. Það er svo góð lingo þar. Já, ég sko, þekki nú ekki mikið inn á hvernig þetta verkað en Hún er pilluð. Já, hún er pillurækja. Pillaðana gall. Já. Er verið að, þú veist, verið að taka hverju og eina rækju bara og... Pilluð. Það? Já, pilluð. Þú veist, vesen það maður. Jæja, en allavega þau okkur Dominos kjalla fyrir samstarfið. Nú, Yngvi, við erum samt, sko, það svona smá tilkynning. Já. Hjá okkur í dag, eða ekki? Já. Þetta verður sumar lærdómsins. Þetta verður sumar lærdómsins hjá okkur pingjumönnum. Já. Við viljum fá meira aðhald og við höfum því ákveðið að breyta svona aðeins stefnu, aðeins format. Sko, við viljum kreista meir úr hverjum þætti sem hefur komið hingað til. Já. Og í staðan fyrir að halda áfram á sömu braut og babla bara út í lofti og vita ekkert hvað við erum að gera. Já. Okkur langar að láta reyna á það. Já. Ef við ekki segja allavega næstu 2 mánuði. Já, þetta svona, við erum náttúrulega búin að vera 1,5 ár með óbreytt format eða svona, þú veist, sama format. Mismunandi variasjónir kannski. Já. En nú erum við svona spáið að taka frá og með 7. júní. Já, að fá recap á allt sem við hefum gert og reyna að fá til okkar sérfræðinga eða founderana sjálfa og bara krifja þetta með okkur. Hvað út í businessin og svona. Ég held að við getum gert það nokkuð skemmtilega. Algjörlega og fá bara svona, þú veist, stjórnendur til að segja sína sögu. Já. Og það alltaf gaman að heyra það. Já, og mögulega sko ef það þetta nýjir reikningar að fá að gera það með fyrirtækjunum svona ríka fætti. Já, við ætlum alls ekkert sko að endilega þurfum ekkert að bregða út af vananum alltaf sko. Þetta verður náttúrulega nýr veruleiki þarna en það gæti alveg verið að við tökum fyrir ársendinga inn á milli sko. Já, ef eitthvað spennandi kemur og svo þetta líka bara 2021 ársendingarnir. Þetta er orðið fyrir eitthvað gamalt. Já, við viljum brýna sveðjuna fyrir haustið og vera tilbúinir að slátra í sláturtíð. Þegar nýjir reikningar detti inn í ágúst. Þá ætlar Addinn bara... Þá mætum við eins og... Þú vilt anda blóðið inn í sláturhúsi. Já. En við ætlum að næstu 2 þættir verða svona á þessu hefðbundna formati en frá og með 7. júní þá munum við gera einhverja breytingar. Þetta er líka bara... Ég held að það sé bara gott fyrir okkur og hlustendur líka. Partur að það þróast, taka á þetta, gera eitthvað nýtt. Ekki spurning. Og þetta er svona að hugsa sem tilraun yfir sumari að reyna að fá eins marga viðmælendur og hægt er alla þá reikningar sem við höfum tekið fyrir eða ekki tekið fyrir. Og bara læra aðeins betur inn á þetta. 100%, það alveg komið tíma það. Hvernig að drulla sér að stað? Það alveg komið tíma það. Já, ég held að. Herru, Ísnik með okkur líka. Ég var að velta einu fyrir mér. Það að eiga lén. Gulls-ígildi. Það gulls-ígildi. Og það sem fólk átta sig ekki á sko, hvað hægt að gera með svona lén. Nú var mér að detta eitt í hug. Dagati.is. Það einhver sem liggur á því og heldur því opnu sko. Ég veit ekki hversu oft ég kíkja það inn. Já, mánudagur og allt það. Já, þú veist, dagandi.is, ég er að segja dagandi.is, þá getur þú séð þú veist hvaða frídagar eru og þetta. Já. Þar sjáum við til dæmis eins og núna næsta mánudag, þá náttúrulega, þá laun þeir inn í fríi, sko. Já, alveg. Það stationhelgi, það annar í Hvítasunnu. Já. Ætlum við ekki að færa þetta til föstudags? Ég er í því. Já. Ég ætla að vera frí á föstudaginn. Getur lagt það undir nefnd, en bara fólk átti sig á möguleikunum hvað er hægt að gera með svona. Þú veist, það til dæmis lítið viðhald á þessari síðu. Já. Það hægt að selja auglýsingar og annað sko. Það bara fínasti site business. Þú ert með náttúrulega kjarnhiti.is. Já, kjarnhiti. Og það náttúrulega alltaf einhverjar stabílar heimsóknir þar inn. Ég með, fletta upp. Þetta spækar alltaf á sama tíma. Já, ekki sko hvernig það er. Já, það jól væntanlega og svo, sumrin og... Föstudag og laugardag.
Já, ok, bara svona vikulega. Já. Það er væntanlega jól og hérna, er ekki á sumrin svona meira? Nei, jólin eru langstæsti, maður sé á kjarnhiti.is síðastliðina 28 daga, 2000 heimsóknir. Þannig að þú ert með einhverja hugmynd, byrjaðu því að búa til lén fyrir hugmyndina. Já, og svo er einfalt að gera vefsíðu í dag og bara hendur sér loftið og svo getur við farið að bara græða pening on the site, eins og við segjum. Ég sé hérna líka nokkuð trend, sko 24. DS og 31. Og þarna, hvenær helst 13. 7. janúar, 7. Það eru langstæstu dagarnir, en ég sé hérna trend í mæ, 7. mæ, þetta hlýtur að vera fyrsta grill sumarsins. Já, voru við ekki að mensjóna samt? Þetta er sunnudagur, jú, það gæti verið að þetta sé bara... Við talaðum það í pingjunni, sko. Já, þetta er kannski bara það, allavega. Aldrei vita, en við þökkum Isni kærlega fyrir, nú inkasso sömuleiðis. Já. Það er þessi mannúðlega innheimta, alveg komin tíma á að vera með mannúðlegar innheimtur. Já. Gerið þetta eins og menn og konur. Já, menn, er ekki konur menn? Jó, konur og menn. Þetta er svona harðasta debati í dag. Það ekki? Jú, en sko... Ég hef ákveðið að skilgreina konur sem menn og þá má ég skilgreina það. Já. Er ekki alltaf að tala um menn verða að? Jú, akkurat. Það er alltaf að tala um það. En burtsið frá því, þá er inkasso náttúrulega frábær þjónusta fyrir þá sem er að senda út reikninga. Já, mjög mikilvæg þáttur. Skuldur aðhald að borgar í tíma ef þau geta það ekki þá tekur inkasso samtalið og vinnur úr því í ykkar stað. Ekki spurning. Frábær þjónusta fyrir lítil til meðalstór fyrirtæki og jafnvel þau stærstu. Já, það eru sveitafélög þarna Ég veit að stærstu eru eitthvað að skoða þetta. Já. Svona aðeins að míga utan í þetta. En inkasso.is kynnið ykkur málið og bara aukið. Það eru með bankareikningin ykkar. Auki greiðsluhraðan. Það voruð undir mínútu að skrá okkur í þjónustu. Ég segi það. Keppni vitan. Ég var undir mínútu. Já. Herðu, að lókum keldan. Fréttavaktin. Við erum svoleiðis búin að hanga yfir henni. Ég var að hitta sjefa og það kemur svo sem í ljós seinna. Hann nota kelduna til þess að sækja reikningana á Excel-skjali eins og við gerum, sem er mjög þægilegt. Þessi þáttur væri ekki í gangi ef ekki væri fyrir kelduna. Og hann vakta sjóðstreymið. Já, er hann að vakta það? Já, þú veist hvernig ég er að tala um. Já. Það er mjög þægilegt á keldun til að sækja reikningana. JB. Já, en mér finnst gott að sækja það í Excel. Það styttist nú í það viðtal. Já, sleggja. Það kemur inn, bara núna, eða ekki, í vikunni? Er það næstu? Já, við þurfum að finna til því. Jón Björnsson kom til okkar. Yndislegt að tala við hann, en keldan.is og líka skemmtilegu fítur sem á dagatal viðskiptalífsins. Þetta er mjög svona, ég myndi segja að hann var í vannmetin þessi fíturs. Já, maður er alltaf flett upp hinn á þessu, þú veist, hvenar er þetta? Það er mér þess að hérna frá Hagstofunni, bara Gini-stuðullin 2022, bráðabirgðatölur. Það er hérna, var í síðustu viku, 23. maí. Gini, er þetta ekki eitthvað launatengt? Jú, Gini-stuðullin, er þetta ekki hérna, ég held þetta segi til svona jöfnuð, skilurðu? Já. Þetta er hagfræði hugtak. Já. Ég er nú ekki hagfræðingur en þetta er, sem sagt, ég lærði þetta, vissulega. Þetta er mælikvarði á ójöfnuð tekna. Já, ég sagði jöfnuð. Já. Teki ójöfnuð. Akkurat. Potato. Og hvað ertu spenntur fyrir þessu? Já, ég er mjög spenntur fyrir þessu, en svo er náttúrulega auðvitað bara, þú veist, það er bara allt það sem er að gerast í viðskiptalífinu er þarna inn á, þannig að farið inn á keldan.is og vakti þetta í guðana bænum. Annað hérna inn á keldunni, þeir eiga nú bara að fela þetta. Það stendur hérna neðst vextir Seðlabanka Íslands. Já, þeir eru náttúrulega líka með það, sko. Já. Þú veist, það er bara allt þarna inni. Þetta er held ég bara kvíðavaldandi að hafa þetta. Nei. Þeir eru að taka þetta út. Dráttarvextir 15,25%. Ég var að segja, fólk má ekki sjá svona, sko. Þetta á bara að vera rautnala. Þú veist keldan, þetta er bara svona algjör miðstöð bara fyrir fjármál, ef þið vantar eitthvað inn á keldan.is. Allt upp á fucking 10. Og mikill heiður að fá að vera í samstarfi með þeim. Herðu, Yngvi, svakalegur þáttur í vændum núna, fiskikóngurinn, takk fyrir. Það var náttúrulega aldrei spurning hvort bara heldur hvenar við myndum ráðast á ársreikning frá þeim. Já. Þetta veldi, ég held að það sé ekki eitt einasta heilbriða mannseyra á þessu landi sem ekki hefur heyrt rödd fiskikóngsins óma í alla, útvarpið að sjónvarpi. Já, svona þegar þú segir það. Ég held að, já, bara frá því ég var lítill, sko. Já. Og svo núna heitir pottandi náttúrulega, bang. Heitir pottar. Bang. Þetta er singullinn, þetta verður sumar, það sem gælu grilla humar. Já, jú, það er þetta versta, það veiðist ekkert á humar hérna á Íslandi. Nei. En það er hægt að kaupa eitthvað innflutt, gútsitt lobster. En betur, hvað er það? Langustín. Það náttúrulega hefur alltaf verið veitur humar hérna. Hvað er málið núna? Ekki síðan 2-3 ár. Nei, ég er að segja bara svona áður fyrr. Hvað er eitthvað? Bara stofninn. Er hann í felum með það? Hrunni kominn. Að það? Ofið. Já, ég veit. Er búið að mæla það sem ofviði?
Það náttúrulega ofið ef hann veðist ekki maður velti fyrir sig hvort hann sé bara í felum eins og loðnan. Það gæti verið sko En ég veit ekki, það ýmis kenningar sem að maður hefur ekki eftir sér Liggur á lofti? Já, ekki eftir í þessum aðvarpi Þú liggur á verðmætum upplýsingum en maður vona bara að stofnin koma aftur upp Heyrðu, eigum við að taka Spa-kongen Kíktur á það? Já, ég sá það Ég er með að punta hérna hjá mér hann hétt Spa-kongen eða fyrirtækið til hvað, 2016 eða? Já, ég bara svona Svoleiðis. Já, hvað að kíkja, hvernig var þetta ganga 2014? Ég bara Spa-kongen og ég nefndi ekki mér Heyrðu, ég hlusta á viðtalum hann Kristján Berg Ásgeirsson Hann titla sig samt Kristján Berg Það sem hann ekki alinn upp af blóðföðu sín okay. Og kemur meira inn á þetta í viðtali sem að ég tala hérna Ringbraut held ég, þið getur flettið upp Sko, samt, og þegar við erum búin að gefa honum kredit núna Kristján Berg, fiskikóngurinn Getum við aðeins talað þessa fisksala samt, svona bara yfir höfuð, fiskmongarana Já Myndur þú kalla á fiskmongara? Fiskmongara? Já, þú veist, það svo brest að kalla fishmonger Nei, ég hef nú ekki heyrt þetta íslenska sko. Má ekki kalla á fiskmongara? Ég fór að hugsa svona svo veðmangarar Já, þetta er svolítið sama, sko Þetta eru sölumenn dauðan, sko Það er akkurat punkturinn Það er eina sem ég vil koma inn á Þetta er alltaf sömu típunar, sko Ég er með 2 dæmi Og sko, ég ætlaði reyndar að koma inn á það Ég hef aldrei farið til fiskikóngsins Hefur veslað hana? Held ekki, nei Ég er rosalega mikil bara svona lokal maður þegar það kemur að fisk, sko Já, sem þýðir Ég er náttúrulega bara á vegamótum eða hafið hérna bara hjá okkur sko. Já, þú óttu þannig að þú veist, ég er svona ekkert með eitthvað mitt brand sem ég vesla við, það er bara svona það sem er næst sko. Já, ég held að vera að fara að koma með þetta já, ég fer bara út á bryggju og veiði fisk Nei Ég veiði bara þar sem ég er En þú veist, náttúrulega fiskikóngurinn er þarna er að sofa í núna og var á hérna Höfðabakka sko, þannig að þetta er ekki beint í leiðinni fyrir mig sem Ég ætlaði að koma með saman punkt sko. Þegar ég var að vinna í strætinu eða túninu, þá var ég harður fylgifiskamæður og svo í dag er maður hafið bara all the way og sko, maður er aðeins búin að kynnast þessu þegar maður byrjar að búa svona og fyrir að kaupa fisk í matinn Þetta eru bestu sölumenn á landinu sko. Ef þú ert hérna, til dæmis í hafinu, ég hef lent í þessu segja, heyrðu, get ég fengið bara 1 bita eða 1 flak af laxi og hann svona byrjar, svo lítur hann á þig Ert þú ekki alltof flottur til að taka bara 1 flak og setja 2 og þú, hvernig svarar þessu? Ég held ég hef aldrei keypt, ef ég segi, þú veist, ég ætla að fá 650 grömm Þarna stalstu hinum punktinu mínum Já, ég held ég hef aldrei fengið 640, það er alltaf svona 690 Já, ég ætlaði nefnilega að tala sko, þú veist, þarna fer úr 1-2 Þetta er 100% meira en þú baðstu Alltaf Þú hugsaði ekki þannig Númer 2, eins og ég var alltaf að koma inn á ef þú byrjum 300 grömm af fiski þau segja, já flott, 300 grömm, já, það er bara flott Svo hendaði þess á viktina er 360 grömm í lagi og maður svona sér Aldrei minna sér þetta svona, já, það hlýtur að ganga Þetta er 20% meira en þú baðst og ímyndaði, manstu þegar hann krakkar þegar þú fórst út í sjoppu og varst að byrja bland í poka hvað þetta var öfugu mekanismi þar sem varst alltaf með eitthvað gamalt lið sem var pyrrað Já, ég bara að tína í pokan þú ert bara að rifja upp æsku mína þetta Eiðistorgi ég tengi margið við þetta Hann bara hataði börn Já, eitthvað þannig Af hverju voru ekki, þú veist, ef þessar fiskbúður var að selja nammi það væri rosalegt Ég ætla að fá hérna fyrir 200 kall Góðum með 350, þú ert alltaf flottur til að borða svona lítið sigur Þetta er náttúrulega sem nammibararnir helgar eru kannski búin að taka svo, Já, náttúrulega viktin auðvitað sko kemur hann inn Ég er náttúrulega að fá, þá er bara verið að tína Þá er hann bara reiknandi í haustum Það er hvert nammi 5 krónur sko Já, þetta var Guðum á vita að hann svindlaði sko Já, pottjætt Hann svindlaði á mér Nei, eflust fínasti kall Það er máttu verið meira svona mongari í nammiköllunum Þannig í den Heyrðu, aftur á fiskikónginu Spa-kongen Sko, ég ætla ekki að segja hann sem vandræðagemsi En hann hefur verið helvíti góður í því gegnum tíðina að bara svona koma sér á framfæri með ýmiss konar uppátækjum eða bara svona yfirlýsingur sem fara alveg þveröfugt vonið mannskapin sko. Nú síðast, það eru sko 2 mánuði síðan að hann situr atvinnuauglýsingu ég var með þetta hérna fyrir fram mig það sem stendur bara okkur vantar ekki stúlku, skástrík konu, skástrík stelpu Þetta er ekki vinsælt dag Nei, hvað bara hann fyrir sig Það er náttúrulega allt á móti hann var bara að tala um að þetta væri eitthvað erfið vinna og það hefði sýnt sig í gegnum tíðina þetta væri bara kallastarf og mikið að bera og eitthvað svona allt upp á móti sér
hitt það sko sem maður hefur svona kannski aðeins ég skal bara taka hérna aðeins söguna sko, gamanni byrjar allt vestur í bæ hjá Jóni Ásbjörnsinni. Já, byrjar hann þar, já. Án þess að fara í frekari tengsl. Já, þá gruna mig að þetta sé faðir Ásbjörns Jónssonar, faðir Ásbjörns Ásbjörnssonar, vinnan okkar í Dusty og eigenda Fiskkaup í dag. Mér gruna það, annar væri ótrúleg tilviljun. Þetta er bara held ég rétt hjá þér. Þannig byrjar þetta að hann kemst í tæru við fiskinn og skemmtilega sögur sem hann segir í þessu viðtali eða googli bara þetta Já, er hann ekkert fjölskyldu, er þetta ekkert fjölskyldu hjá honum eða? Nei, hann byrjar bara að vinna, strákur úr Breiðholtinu. Jú, þetta náttúrulega, þetta er fjölskyldu tengt hjá honum, ég fatt það núna. Er hann skilduðið með það? Tenging af nesinu, sko. Nú? Hann er þau voru með útgerð, mamma og pappi. Eða hvort það verið útgerð. Hann Kristjáns? Já. Já, ok, þú segir nokkuð. Já, ég bara þetta átti ég að kynna með þetta. Já. Man ekki hvað hann hét, en ég þekki þetta. Hann kemur kannski bara og segir okkur frá þessu. Já. Heyrðu, ég ætla allavega að rekja söguna. Þetta er bara fiskmongar Íslands. Já. Hann byrjar 1990 í Jóðallhúsinu. Svo kemur fram 1994 og opnar hann fiskbúðina Höfðabakka og rak hana til ársins 2005. Þegar hann selur hana og ég gæti verið að rugla að þetta sé bara hreinlega hann byrjaði það ungur með þetta og þau hafi verið bara með honum í þessu sko. Já. Gæti alveg verið þannig ég held að mamma sagði eitthvað að verið í fiski. Djöfull, nú maður með símtal frá fiskifréttum. Þeir vita að við erum að taka upp hérna þá. Þeir vilja fá einhver djús. Við sitjum nú fiskifréttir svörum við svo eftir. Já. Heyrðu, sko, hann selur 2005, vissur það, hann kassar út. Já, ég eitthvað las ég það, já. Allavega, aðeins meira það síðar, en sko það er ástæðan fyrir því að hann flyttir síðan til DK og fær hugmyndina að fara að selja heita potta og stofna reksturinn bæði í Danmörku og Íslandi, flaug svo bara á milli, en þetta var ekki langt stopp hérna í DK því hann kemur aftur til Íslands 2008 bara í miður hruni. Þá kaupir hann Sogaveg 3 og 4 mánuðum síðar, 2012, tekur hann yfir búðin á Höfðabakka aftur. Það sem hann segir að hann sé sá eini sem getur rekið þá búður réttu með yfir núllið. En hann náttúrulega upphaflega átt hana og svo voru ýmis eigendur búin að láta reyna, en ekkert gekk. En mér sýnist svona að tímandinn hafi aðeins breyst og þeirri búð var núna lokað í janúar. Og það lét hann gaman geisa dálítið. Já, og ég með það kvót hérna. Það eiga fleiri fiskverslanir eftir að loka, en það orðið mjög lítill grundvöllur fyrir rekstur fiskverslunar. Pítsu og kókópöfs kynslóðin að taka yfir og borða minni fisk. Húsmaður landsins eru flestar útivinnandi, mötuneyti landsins bjóða ekki lengur upp á fisk. Ekki nema max einu sinni á viku sem leiða til minkandi fiskneyslu. Við erum búin að gleyma upprænunum, það er verið að niðurgreiða lambakjöt. Þetta var svona alls konar romsa. Og ég er nýbúin að heyra þetta, manst eftir það sem Sigmund Freud talaði external locus of control. Nei, ég man ekki eftir því. Ég þekki mannin, Sigmund Freud, mjög umdeildur, sálfræðingur. Ja, þetta er svona þegar þú upplifir sko external locus of control eða þegar þú upplifir eins og umhverfi sé ástæðan. Já, hvernig... bara svona að kenna aðstæðumum, eða svona umhverfi, já. Og internal er þegar þú upplifir, heyrðu, kannski hefði ég átt að gera betur þarna, jæri. Og þegar ég lesi þetta, maður upplifir svolítið að þetta sé svona pínu external, þetta er öllum öðrum að kenna. Já, svona fórnarlamb aðstæðina kannski. Já, ég er mikill fiskbúðamaður og fjöldi fiskbúður, reyna að borða fisk 2 í viku. En þau eru at the end of the day í samkeppni við Dominos, KFC, hamborgara, veitingastæði. Og það er bara ískaldur raunveruleiki. Og það er ekkert svakalega mikið að náhaldi til ungs fólks þegar þú segja fiskfars á 390 krónur kílóið. Eða bollur Það sem við fílum við fiskbúð er convenience eða geta keypt bara einhverja tilbúna rétti settir í opn. Þetta er dálítið komið út í það. Já, og annað sem ég held að sé að gerast er að þetta er held ég bara færast meira inn í matvöruverslanir. Þú getur keypt orðið allan fisk í Krónunni eða Bónus sem er náttúrulega bara keppið svona sérvörusala. Eða þú veist, þetta er svona smá pælingar með að þetta er kannski ekki alveg allt svona svart. Nei, einmitt. En að hluta til, mögulega. Sko, þetta virðist vera mjög skemmtilegu karakter þrátt fyrir allt hérna sem er eiginlega stærri en brandið. Já, bara stór skemmtilegur. Náttúrulega er dálítið fyrir þessa leið með að vera svona dálítið skrítinn í auglýsingum. Þú veist, bara eins og Steinar gerir hjá Kúkú Kampers og þú veist að hann náttúrulega er dálítið snemma í því. Annað með það, hann tók að fram að hann hefur aldrei verið með einhverja auglýsingastofu eða þau eru eitthvað að semja eitthvað skript. Hann talaði 3%. Lærið það hjá Coca-Cola. 3% af veltu. Það fyrir auðvitað, já, sniðut. Það er og hann
Og hann bara kveikir á vélinni. Góð og gilda reglur, sko. Og svo tala hann næ náttúrulega mjög vel til fólks. Já, hann talaði að, þú veist, við vitum það, ef þið heyri nafnið mitt mikið, þá gengur vel. Já, það. Ég gerir ráð fyrir hann taki 3% veldu síðast árs og bara setja auðlýsingar yfir næsta. Svo hann klári tímalínuna með hann. 97. Og þetta engin feilleikur. Gripinn fyrir fíkniefna innflutning. Og hann segir svo í viðtali síðan mér að honum hafi bara verið létt, hann hafi verið tekinn. Bara þá var þetta bara búið. Og hann hefur haldið áfram alla braut eftir það. Mér langaði bara að spyrja, veistu hvað hann var að flytja inn? Að veitu lyfjum þá? Já. Þetta ekki, ég og eitthvað, hvað var þetta? Nei, mér sýnist að tala að þetta hafi verið E-töflur, 250 töflur. Og dæmdur í, gott ég var ekki 4 eða 2 ára fangi. Ég átti að vera með það. Hann allavega stóð sína plikt. Það ekki allt 100% hjá okkur. Ég svona smá, efins með það sem ég sagði á hann, hvort að, ég að reyna að fletta þessu upp með hvort að mammans hafi verið eitthvað tengt útgerð, sko. En mjög líklega hefur það verið kannski tengt honum, sko. Ég náttúrulega hef vitað þetta lengi, sko. En, ok, semst, tökum smá ríkap. Þú hefur vitað lengi að þú ert ekki viss hvort að hann... Ég veit ekki hvort það hafi verið tengt honum eða þú veist, hans operationi eða að þau hafi verið byrjað undan honum í fiski. Ég bara vill svona henda engi spretti. Ég engu nær með þessa ályktun en það verður örugglega leiðrétt. Orð bera ábyrgð en það bara hver sem má leiðrétta mig. Allavega, batnandi mönnum er best að lifa. Þetta 97, þannig hann ennþá í rekstri, sko. 2005 fann ég á tímarit, þá sinnaðist honum með einhvern annan fisksala og þá var það þannig að menn voru greinilega ennþá að mæta nýr á markað og velja fiskinn og kaupa. Ég held ekki til leyft mér að fullera að eiginlega öll fisksala í dag fyrir gegnum rsf.is sem reiknistofa fiskmarkaðana. Svona upp á síða einhver. Já, og þið getið bara farið þar inn, líka annað ef að fólk að spá í rsf.is að þá getum við séð síðasta framboð 21.5. að meðalverða á þorski slægðum 449 krónur kílóið. Já. Þannig að hvað keyptið þú þorskina út í búð? Er þetta ekki svona 3,9 kílóið? Þeir aðeins búið að eiga við þetta. Er það? Er það svo dýrt? 2,9 kannski. Náttúrulega mismönd eftir hvernig réttir og svona. Tjúni. Allavega, það sem punkturinn með þessu sögu að honum sinnast við einhvern annan fisksala og landan. Já, það? Já, bara tók og bakaði einhvern gæja. Bara gamli skólinn, bara einn góð morinn. Já, en ég veit ekki, hvort þeir hafa náða að semja eða hvernig það var. Nei, við vonum bara að það sé allt gott að milli þeirra núna. Svo ég komin aftur hérna til 2006 þegar hann selur fiskbúðina fyrir fúlk og fjár og flyttir DK. Fær í kjölfari heimsókn frá Íslandsbanka starfsmenni sem var að vinna í Lux. Já. Veist hvað hann segir, viðkomandi? Rétt fyrir hrunið bara. Kristján. Allt í hlutabréf. Það eina viti fyrir því að stofna reikning í Panama. Já. Good shit kort. Já. Svo förum við aðeins að fjárfesta. Já. Þetta kom í baki honum á tvenna vegu. A, hann tapaði öllum peningunum í þessum fjárfestingum í hruninu. Og stuttu bara síðar, ég meina. Já, og B, nafn hans kemur í Panamaskjölunum. Hérna 15, 16, 17. Já. Sem að ég veit svo sem ekki, ég var eitthvað að reyna að muna þetta. Fór einhver í fangelsi á þessum Panamaskjölum? Hvernig? Nei, held ég ekki. Ekki á Íslandi, allavega. Var þetta var löglegt, skilur. Er þetta að fá eitthvað ríkap á því af hverju allt var tjúlað yfir Panamaskjólunum? Bara svona löglegt en siðlust, dæmi. Já, þetta var þannig. Já, ég meina, þetta er bara aflandsreikningur, þetta er bara, þú ert basically bara að færa fé og borga minni skatt af því eða engan skatt. Já, í staðinn fyrir að gera það hér, sko. Það er löglegt. Já, ég meina, þú veist, ef þú ert með skráða starfsemi erlendis og í þessu tilfelli í Panama, tekur peningin inn á það félag. Já, þannig að þetta var allt löglegt. Ég veit ekki betur, sko, auðvitað er alltaf hægt að beygja lögin einhvern veginn, sko. Það er kannski efni annan þátt. Já, ég er ekki lögfræðingur heldur, sko. Þá fór ég að hugsa bara, ætla hann hafi farið í fangelsi fyrir þetta? Fór einhver í fangelsi fyrir þessi Panamaskjöl? Allána. Heyrðu, annað kemur fram að hann hafi fengið sitt besta háskólanám á Litla-Hrauni. Já. Og ég mæli með að skrifa Hringbraut Kristján Berg. Þá finn ég þetta viðtal við Sigmund Erni. Já. Fyrir mér er hann svolítið bara eins og afurðin sem hann selur. Nú? Hann er pínu viltur. Já, fiskur er náttúrulega vilt dýrategund. Já, mestu. Svo eftir því sem hann byrjar að selja meira eldis og lax og bleiki og svona, þá verður hann meira civilized. Skilur þú hvað er að fara? Emitt. Það er svona eins og þetta... Svona koma smá böndum á þetta. Og hann kemur alveg vel fyrir í dag og allt það. Já. Og maður svona hefur á tilfinningan að sé léttu karakter sem hann er búin að ná að búa til í kringum ímyndina. En hann er ekki allra. Nei, ég held að það sé óætt að segja það og bara, eins og segir, með þessa auglýsingu núna bara fyrir 2 mánuðum, sko. Já, akkurat. Já, og líka bara að loka búðinni og það er allt öllum öðrum að kenna. Já, emitt. Já, maður veit það ekki, sko. Hann hefur auðvitað eitthvað til síns máls í þessu að fiskur er bara
þú veist, hann á útleið, hann ekki beint í tísku núna, sko, en þá einmitt spurninga að reyna bara alltaf trendið og það þarf bara að gera meira sexy. Já, algjörlega, sammála því, en hefur þú þá lokið yfirferði og tempa okkur í ásendingin? Spakhongen, herðu, ok, félagin alltaf heitir Fiskikóngurinn EHF í dag. Eitt svona, hvað er svona þitt go-to núna út í fiskbúð? Ég hef verið að vinna með hafið, karriréttin. Karrirétt? Já, þorskur í svona karri með osti og... Osti? Já, svona osti yfir og... Já. Og annars ég samt bara mikið fyrir að sjóða ísu, sko. Já. Stappaða bara með kartöflum og salt og smjör, sko. Ég alveg þungur þar. Já. Ég hef ekki mikið verið að grilla fisk. Nei. Svo náttúrulega laxinn öðru hverju. Enda döðlum eða hverju svona út á það? Fetaost og svona. What? Og grillar það? Nei, bara inn í opn. Já, það er nefnilega galdunum við fisk. Það er hægt að setja allan fiskin í opn og þetta er ekkert vandamál. Nei, bara opbakaður fiskur er bara... Geggjaður. Gourmet, sko. Ég ætlaði nefnilega að koma inn á, sko, það vantar mjög mikið upp á svona Íslendingar læra að borða saltfisk. Það er mitt passion. Já, hann er góður, sko, en ég borða lítið á honum, sko. Já, við líka fáum ekki hennar saltfisk sem við erum að flytja út. Ef þú færð það sem fyrir inn á Portugal. Frá Saltverði á Hólmgrím eða Valafellu upp á Nesi eða KG, það er til dottin bara í steik. Það er alveg steik. Er það ekkert selt hérna út í búið það? Nei, þetta er bara flutt eða allt út. Ég held að einhvern tíma er að láta reyna það með frá KG, en ég veit ekki. En Portugalin og Spánverðin alltaf óður í saltfiskin. Já, svo er annað sem er að koma inn núna, bara nú snúum okkur á mér. Mér langaði svo að koma fram hvað ég er að borða þegar fyrir hérna. Þú ættir að smakka það, taka hérna þetta er þorskur í svona Southern Fried, heitir það. Þannig að herðu, ég nú smakkað, ég man bara ekki hvað hann heitir. Hann heitir þorskur í Southern Fried, hérna niðri, hafinu. Er ekki svona brúnt? Já, þetta er bara eins og þorskur í raspi, nema, þeir eru búin að, þú veist, ef það stæði þarna þorskur í raspi, það hefði ég aldrei keypt þetta. Nei. Ég bara, fiskur í raspi, og setið yfir á ensku og svona. Vil ekki sjá þetta, svo kemur Southern Fried, og ég segi við á, býtu, hvað er þetta? Þetta er pínu spicy. Þú veist, auðvitað datt þeim í huga að gera fiskinn pínu spicy, það er allt spicy í dag. Sturlað. Það er heitt í dag. Já, þannig að það þarf að vera smá svona vöruþróun og nýbreytni til að fá fólk að stað. Bara eins og í öllu öðru, sko. Já, en ok, börum í þetta. Það herðu, eins og ég segi, Fiskikóngurinn EHF, það er reyndar stofnað árið 2007, þess félagið, bara samkvæmt kennitölunni, reyndar hlaut, sko, fyrirtækið. Hvað gengur þið til þegar þú ert að sjóða ísu? Það var eitthvað bilaður? Nei, það er bara klassískt. Hvað gengur þið til? Já, ég er alveg gamli skólinn, sko, að einhverju leyti. En hérna, eins og vissulega, réttilega, nei. Hvað gengur þið til? Ekki með lauksmjör. En hérna, þú bendir auðvitað réttilega á það, þetta hét Spakhongen til 2016. Já. Og hérna, en það má sjá hérna á Twitter síðunni þeirra að merki Fiskikóngurinn er stofnað 1989. Og það kom mér náttúrulega virkilega óvart að sjá að þau eru ekki með heimasíðu. En vissulega eru þau með Twitter, þó að sé nú ekki búið að vera virt heilengi. En hann stofnaði, ég held að síðasta færsla hafi komið inn bara eitthvað 2016, sko. Já. En það stóð allavega í description þarna, að þetta sé stofna 89. Og við ætlum allavega að skoða ársending frá 2021 í dag, eru því miður ekki komni með 22, en félagið er í eigu Jumbo Fiskur EHF, þarna sem sagt árið 2021, sem er sko í 51% eigu Kristjáns Bergs, sem er auðvitað Fiskikóngur sjálfur, og svo er það bara konan hans hérna Solveig Lilja sem fer með restina af eignarhlutnum 49%. Þá má kannski kalla hana Fiskidrottninguna. Já, hún á þetta náttúrulega þetta með honum. En sko eins og kom vissulega fram í frétt í nóvember síðastliðin 2022, þá lítur út fyrir að eignarhaldi hafi eitthvað breyst síðan þá, sem sagt, frá því 2021 sem við erum að fara að skoða núna. Þá kom fram að Fiskikóngurinn ætlaði að eftirláta sonu sínu reksturinn eftir met ár þarna. Alveg rétt. 21 og við erum því miður þó ekki komni með þessar upplýsingar en hann á 6 syni samkvæmt grein sem ég komst í, svo ætlum við sjáum ekki einhverja nýja hluthafa í ársending 2022. Svo eru með útibúin, þetta eru náttúrulega 2 útibúð þarna þegar við erum að taka 2021. Það er Sofaveg 3 og Höfðabakka 1. Akkurat. En hann er náttúrulega búinn að loka skelli lás þarna á Sofavegi eins og við töluðum sem að er auðvitað leiðilegt en það er bara þróunin í þessu. En við ætlum að byrja á rekstrarreikning sem að, ég ætla að hafa hann í búið Landsbankans í dag og sko Hagsjáin, hún var alveg funheit í síðustu viku. Ég held að það hafi verið að dæla út sko 4 grein. Það er að koma hrun. Það er að koma hrun.
Nú er það að koma. Það alltaf mikið að gerast og eins og ég segi 4 greinar og svo er þetta fersk vikubyrjunin í gær. Það stýrivaxtahækkun í vikunni og eða það ekki bara, ég vil ekki segja bara stýrivaxtahækkun frekar en ákvörðun og Landsbankinn spáði meðal annars 1% í hækkun þar. Þannig að en það er, ef þú vilt vera með puttan á púlsinum, þá er hagsjáin og vikubyrjunin og bara postlistar Landsbankans yfir höfuð mætti til að þjóna þér og taka þetta allt saman. Þannig að þú þarft ekki að vera að leita þessum upplýsingum út bara allt internetið. Þetta er frumskógur, en Landsbankinn... Þau taka þetta bara saman á mjög þægilega máta og núlstil okkur. Algjörlega. Og það er að koma hrun, það er bara það er bara nú er þetta búið. En við hvetjum ykkur til að kíkja inn á landsbankin.is/postlistar og skrá ykkur þar strax í dag. Sérstaklega gott að vera upplýstur þessa myndir. Það ekki, fyrst að það er að koma hrun. En herðu, við skulum bara hefja þessa yfirferða á rekstrarreikningnum sem fyrr, hann er einkar glæsilegur hjá fiskikonginum 2021. Tekjur upp á 1237 milljónir króna, rúmur 1,2 miljardar. Við tölum í miljardum hér, það er 8,4% vöxtur frá 2020. Hafa verið samt að að vaksa nokkuð hratt síðastliðin ár. Milli 2018 og 19 26,7% aukning. Milli 2019 og 20, þetta COVID 23,4%. Og svo núna 8,4 milli 21 og 20. En þessar tekjur 2021 er að skiptast í tvennt. Það eru 1210 milljónir í sölu. Svo eru þetta 27 milljónir í aðrar tekjur. Ég er náttúrulega, ég kem inn að hann stofnar þetta heitapottadæmi út í Danmörku. Og hefði kannski átt að tala um þetta er ekki bara fiskur sem við erum að fara yfir. Nei, það er nefnilega... Við erum náttúrulega að fara yfir heitapottasölu líka. Samkvæmt ársreikningnum eru heitipotta.is rekja á þessari kennitölu. Og ég fór náttúrulega veltaði fyrir mér hvort þessar aðrar tekjur upp á 27 milljónir séu heitu pottarnir. Nei, ég trúi ekki. Það kemur náttúrulega fram í skýrslu stjórnar með þess að ég segi, heiti pottar er rekið á þessu félagi og þess að kemur fram í skýrslu stjórnar að tilgangur félagsins sé meðal annars heildsala og smásala. Það er reyndar allur fjandinn tekið fram rekstur fiskbúða, rekstur fastegna, verðbréfaviðskipti, inn- og útflutningur, heildsala, smásala, kaup og sala eigna og annar skildur rekstur. Þetta er bara endalaust af einhverjum tilgöngum félagsina. En eins og ég segi, ég er ekki viss að þessar aðrar tekjur séu heitupottanir. Þetta er í rauninni fyrsta skipti þar sem að aðrar tekjur eru skilgreindar ef ég skoða eldri ársreikninga. Og hann er nú bara búin að vera að selja þessa heitupottu þetta heil lengi En ég held að heitupottan séu miklu hærri hlutdeild í þessu Getur verið að séu leigutekjur? Nei, það er á öðru, ég kem inn á þá eftir. Hann er náttúrulega með fasteignafélag líka Are you deep into the Dale? Eða? Hvað segirðu? Are you deep into the Dale? Já. Þú veist hvað ég er að fara með því? Djúpur í dalnum. Hitt EHF heitir Djúpidalur? Já, ég veit það. Þannig að þú ert deep into the Dale? Nei, Djúpidalur Deep into the Dale Ég er djúpt þar, djúpt í dalnum hjá honum Kristjáni. En allavega, bara við lokum tekjunum. Ætli þetta sé eitthvað COVID-dæmi eða? Hvað? Bara eitthvað fá greitt launin eða eitthvað svona. Já, ég veit ekki, ég meina Djúpidalur, þetta er... Nei, ég er að tala um þess að 26, sorry. Já, meina það. Nei, þú veist, það er enga skýringar og með dettur ekkert í hug. Nei. En ef við deili tekjum niður á ársverk sem eru 24, þá erum við að fá tekjum per starfsmann upp á 51,5 miljón. Sem er nú bara nokkuð öflugt. Já. Varst þú með einhvern samanburð á tekjum per starfsmann milli fiskbúða? Ég tók hafið og fylgifiska. Ok, hvað erum við að tala um þar? Fatta síðan eitt með fylgifiska. Ég er að bera saman 2020 reiknið þar. Algjörð þvæla og ég var að segja þetta. Keldan birti 2021 en ársreikningurinn 2021 er hvergi. En tölunar eru komnar. Okay. En hafið er veltaðins meira 1,3 með 29 starfsmenn og fylgifiskar er orðin bara ein búð og nýbílavegi og velti 250 á 8,5 starfsmenn. Fiskikongurinn ber höfuð og herðar hann yfir og eins og þú segir, þetta eru náttúrulega heitu pottandir líka inn í Já, bara til að taka það saman, tekið per starfsmann er 51 á fiskikongin, 46 á hafið. Ok. Og 29 á Hvað er hafið? Er það ekki bara ein eining? Nei, betur hvað? Það er hafið Hlíðarsmári, er sér reikningur Svo eru þau líka, maður sjá hafið, ég skal fletta því upp, verslanir,
Spönginni var það. Þetta kom vel inn. Já. Herðu, ok, þannig að fiskikóngurinn hefur vinningin þarna. Já. Herðu, gjöldin, við skulum þá demba okkur yfir þau, eins og ég segi, fiskikóngurinn er að velta 1237 milljónum 21 og þá kíkja á gjöldin. Kostnaðarverð seldra vara 671 milljón sem að gefur okkur 84,2% álagningu. Nú, ef að heitu pottarnir eru inn í þessu, brengla það auðvitað á litið álagninguna á fiskisölunni sjálfri. Þannig að það er dálítið erfitt að áætla álagningu á henni því miður, en gefið að aðra tekjur séu heitu pottarnir sem að það er samt ekki. Já. Þá er álagninga á fiskisölunni í kringum 80%. Já. En ég held að það sé alveg af og frá að hugsa að hann selji potta bara fyrir 27 miljónir, sko. Hann er að selja fyrir eitthvað miklu meira af því, sko. Já. En það er samt áhugavert að sjá hvað álagningin er að hækka á þessu ári, 2021. Búið að vera í kringu svona 50% 3 rekstrarárin á undan. Og svo bara kemur einhver sprengja þetta 21 upp í 84%. Og það sem er að gerast, sko, er að kostnaðarverð seldra vara er að lækka á milli ára á meðan að tekjur er að hækka, sko. Kostnaðarverð seldra vara fer úr, sko, 780 milljónum tæpum 2020 niður í 671. Að lækka þarna bara einhverjar rúmar 100 milljónir. Samt eru tekjur að aukast sko, næstu 100. Sástu einhverja breyting á byrðunum? Tekur hann ekki inn bara einhverja feita pöntum 2020? Jú, það er nefnilega það sem ég ætlaði líka að nefna. Byrðir 2021 eru 268 milljónir en 29 milljónir 2020, sko. Þannig að ég svona átta mikið alveg á því hvort hann hafi verið að selja meira bara 21 og ég veit ekki, þetta er svona smá, við þurfum að fá hann í chat bara og renna þess yfir þetta. Ég er með eitt observation hérna sem ég er átta með á, það hafi spönginni líka á sér EHF-i. Já. Mér sýnist sko hafið fiskverslun ekki vera móðufélag. Nei. Hafið Hlíðarsmári reiki sér og hafið spönginni reiki sér. 213 milljónir hérna niðri, 131 í spönginni. Hvar í helvítinu kemur hinn miljardurinn í veldu? Já. Hvað, er það á hafið fiskverslun? Fiskverslun bara. Sem er samt ekki flokk sem móður. Það er hérna fyrirtækjasala, pottit. Já, þau eru að selja í það er náttúrulega líka eitthvað sem ég hefði getað tekið með inn í tekjurnar. Já, ég held að það sé mjög stór hluti af fisksölu almennt sé heildsala, sko. Já. Og ég veit ekki, þú veist, eins og ég segi, það er mjög erfitt að áætla þetta því að ég veit að fiskikóngurinn þeir eru með einhverja fyrirtækjasölu líka, sko. Þetta er náttúrulega þetta er inn í fyrirtæki, skóla, veislur, jável, þú veist, eitthvað. Þannig neldur þetta. Já, en Addi mætti með hamarinn. Já. Og hann var að negla. Bara þetta eins og heita lummu. Já. En herru, eins og ég segi, álagningin, þetta er smá skrítið, að kemur einhver sprengja 21, sennilega hefur bara, þú veist, þetta er náttúrulega COVID-21, þarna er fólk, þú veist, það má ekki fara til útlanda, en það er samt búið að safna upp sparnaði, skilur. Þarna er fólk bara að henda í heita potta, eins og bara, þetta bara mókast útörglega eins og heita lummur. Herru, laun og launatend gjöld 168 milljónir. Af því eru hrein laun 126,3 og eins og ég segi það eru 24 ársverk og það gerir 438.000 krónur rúmar í meðalaun á starfsmann. Varst þú með eitthvað svona samanburð á þessu? Heyrðu, ég er að slá þessu upp núna fyrir hina búðunar, fyrst ég kom með það. Já, en þetta er náttúrulega sko, já, þetta er svona í læri kantinum auðvitað, þessi laun, ekki að versta sem við höfum séð, en svona dálítið í læri kantinum, en það er náttúrulega auðvitað fólk dálítið með skóla að vinna þarna og þú veist, maður hefur séð yngra liðið, eða hvort það sé með skóla eða ekki, ég veit það ekki, en svona, þú veist, maður hefur alveg séð svona yngra lið, sko, vera að vinna þarna. Ég held þetta sé drullu góð starfsreynsla að vinna í svona fiskbúð, sko. Þú lærir til verka. Algjörlega. Svo er þetta endalaust að tala, þetta er allt öðruvísi heldur en að fara á kassa og svona út í búðum í dag. Já. Það er ekkert fútt í þessu. Þú fær ekki einu svona góðan daginn í svona búðum. Sko. En þannig ertu bara með sölumann. Það er bara, ég er að fara að selja 20% meira en þú biður um. Þetta er sölumennska. Já, þetta er bara, nú erum við eitt markmið. Góðan daginn. Ég er að fara að selja 20-100% meira en þú biður um. Án þess að blikka auga. Það sé einhver svona það er eitthvað regla þetta. Það geti vel verið. Alltaf 20% meira. Alltaf 20% meira. Já, hann byrjum 300, farið 380. Það geti verið. En ég held sér góð reynsla. Sækjum í fiskbúðum. Bæði kallar og konur. Herru, já. Annar rekstrakostnaður, næsti liður, sko 139,2. Engin frekar sundulinn þar, einhvern veginn, frekar en fyrir daginn. Væri alltaf gaman að sjá það.
en leigan vantilega einhver hluti af þessu en það engin skráð fasteign á þetta félag, Fiskikóngurinn EHF og svo við vitum að þá voru þetta hérna 2 staðsendingar hjá þeim á þessum tímapunkti 2021 en það vil svo til að hann á þær báðar á öðru félagi sem heitir Djúpidalur sem systurfélag sem líka það í eigu Jumbo Fiskur sem þarna þú veist í rauninni bara móðurfélag sko. Jumbo Fiskur, þetta eitthvað undan Jumbo samlokum eða? Nú þekki ég það ekki sko en sko Djúpidalur hérna með 3 fasteignir, það Höðabakki 1 Sofavegur 3 og svo Fossháls 13-15 og samtals fasteignamat á þessu 2021 eru tæpar 407 milljónir og það einhver smá gírun á þessu til langtíma skuld það rétt 75 miljón krónar langtímalán á því félagi. Þú ferð ekki djúpt inn í dalinn nema að taka binna með þér sko. Nei, já, en þú veist, þetta er ekki nema einhver 18,1% gírun sko. Þannig að hann virðist vera velstæður, það dálítið að skammtíma skuldum sem skuld við tengt félög en eins og ég segi það allt innan samsteypunar gjöld eru eiginlega þar með bara upptalin það hérna einhverjar tapa sölu varlegar ekstra fjármuna upp á 55.000 kall samtals eru gjöld þá 979 milljónir króna svo eru hérna einhverjar afskriftir upp á 7,4 en þá erum við að horfa á EBITu upp á 258,2 milljónir króna sem gerir 21,3% framlegð sem bara stórgott þetta sturluð aukningin á EBITu milli ára stærsti áhrifavaldun þar auðvitað aukin álagning eins og ég kom inn á áðan kostnaðarverð seldra vara að lækka rúmar 100 milljónir milli ára tekjur samt sem áður að aukast þú veist það bara svona undarleg þróun en ef það eitthvað sem ég skýta á þarna bara að það hafi verið aukin sala í heitum pottum sem með þá væntanlega hærri framlegð. Þú fórst ekki oftar út í fiskbúð í COVID sko. Hvað segirðu? Þú fórst ekki oftar út í fiskbúð í COVID? Nei, ég myndi ekki halda það sko. Þetta líka average order value á einum pott og einnig svona pöntun, þetta alltaf bara þetta svakalegt. Já, klálega. Þannig að ná að selja eða ná inn í veltu að því að selja nokkra ponta sko. En það svona það sem að liggur beinast við einhvern veginn en þau voru sko með 3,8% EBITDA framlegð 2018 3,4% 2019 og fara svo upp í 7,1% 2020 svo 21,3% núna það bara eitthvað sem segir mér að heitu pottanir hafi bara kikkað vel inn á þetta 2020 og 2021 í COVID þegar fólk mátti ekki fara út og mátti ekki fara í sund og það bara hlýtur að vera en þetta allavega svona þetta mystery en herru, svo eru hérna einhverjar örlitlar netto fjármagnstekjur, það segja vaxtatekjur umfram vaxtagjöld upp á 400.000 kall en þá eigum við bara afkomu ársins eftir hérna á rekstrarreikningnum og þar hagnaður og upp á hvorki meira en minna en 201 miljón króna. Hér eru stóri seðlar sko. Já, og þetta hagnaðar hlutfall upp á 16,3% og aukning á hagnaði milli ára bara alveg líginni líkast sko. Þetta hérna fara úr maður sjá og sko þegar maður sér þetta og hugsa maður hvernig getur við af hverju þurftur að loka þann í janúar þetta hljóta að vera pottarnir sko. Ég trúi ekki öðru ég ætla að taka þetta en aukning hérna á milli ára á það var 201 miljón 2021 og 59 miljónir 2020 í hagnað þannig að þetta 240% aukning 240% vöxtur og já, einmitt, þú veist 2019 hagnaður upp á 17,8 2020 59, svo núna 201 og sko þetta alveg stórbrotið þetta en eins og þú segir, hann var auðvitað harðorður í garði Íslendinga hérna og sagði að viðskiptavinur sé að versla minni fisk og maður velti því fyrir sig svona var nauðsynlegt að loka þessu en þá spyr maður sig kannski auðvitað ef einingin sem slík eru ekki að bera arð akkur að halda henni opinni sko. Já, það er náttúrulega engin ástæði en þetta bara hljóta að vera pottandir. Já, pottagull, þetta er óttalegt pottagull. En herru, 201 miljón í hagnað og vitum menn ekki króna í arð, hér safna menn bara í pingjuna og sitja á henni sko. Já. Þannig að hann virðist vera svona, þú veist, hann hóvar. Hann með pingju úr þorskróði. Já. Það var nokkuð fín pingja svona auðmannleg gert úr fiskiróði, fínasta fiskiróði sem þú finnur. Hvað svona endakallin í því? Krókódíla skinn eða? Já, það er náttúrulega ekki fiskur Nei, bara svona ég held að það væri gullkarfaróð. Gullkarfa? Já, ef það er hægt að gera róð úr því en ég held að þetta hafa alveg verið gert úr þorski og ísu hérna heima. Skemmtilegt.
Herru, þá bara okkur ekkert vanbúin annað en að skella okkur í efnaðarseiningin og ég ætla að hafa hann í bóði Regus og þú varst nú með einhverja Herru, ég er með alvöru djús það sko núna nýjasta þegar bankarnir eru búin að vera að falla það núti að það eru allir að horfa á eina stærð og það er CRE hefur þú séð þetta? Commercial Real Estate það er bara verið að tala það atvinnuhúsnanna markaðurinn erlendis að fara í skít og það er allir að bíða eftir að segja upp leigusamningum sínum og þú ert að vinna meira frá heima eða fara bara í svona skrifstofulegu til Regus ég held hérna heima ekki endur nýja samningin alveg strax Nei, ég myndi skoða það Leyfðu leigusamningum aðeins að svitna og segja við erum að hugsa að fara bara til Regus og þau eru bara með fast verð og flotta þjónustu kaffi innifallið Ég þarf ekki að gera við ljósin sjálfur, heyrðu, það bilaði hérna hurð frammi, Rekus sér þetta. Þetta er náttúrulega eina viti sko. Ég held að lítil meðalstór fyrirtæki núna, þau eru með öll vopn í höndunum með Rekus. Þau eru með pálmann í höndunum með Rekus. Þetta er á Rekusins. Á Rekusins. Með Rekus fremstæði farabróti. Þetta er auðvitað stórgúslegt, það er allt innifalið, húsgögn, internet, kaffi, þrif og allt þetta. Við erum búin að koma inn á þetta, þannig að Guð, annað bænum, skoðina möguleika. Eina sem þú tekur með þér getur sparað þér heilan helling. Er starfsemin og góðaskapið. Góðaskapið, alltaf að hafa það með. Herriði, þá er það Ignitar og það er nú ekki mikið fasta fjármuni hér, það er einungis ein stærð hérna undir þeim og það eru varanlegir rekstrarfjármunir sem að eru öllu smelt bara undir sama hattinn, innréttingar, tæki og bifreiðar og stendur bókvært virði í 13,5 milljón þar. Nú, auðvitað eins og ég nefndi, þá er hann eignamaður líka í gegnum Djúpadal EHF sem er fasteignafélagið og hérna, sem sagt bara eins og ég talaði allt hérna áðan. Eru þarna með 3 fasteignir og gengur vel þar. Fastafjármunir eru samt sem áður inn á þessu félagi Fiskikongurinn EHF bara 13,5 milljón. Það er nú talsett meira veltufjármunni hjá þeim, það er bara 572 milljónir króna. Og þar fara auðvitað eins og ég nefni byrðir hæstar 268 milljónir króna sem er auðvitað bara stór hækkun frá árunum og undan. Og þú veist... Það er eitt áhugavert. Það gengur ekkert að vera að skoða veltur hraða byrða hérna þegar þetta er svona... Nei. Mikill munur milli ára. Þú sér það líka í hérna... Sorry, ég ætla að finna skýringuna. Þetta er í fyrsta skipti sem ég sé þetta bara sem við byrjuðum held ég. Nei, sorry, það var einhverjum öðrum reikning. Nei, þá hefur við ekki setið hér, bara allt 10. Herru, svo eru það hérna kröfur á tengda aðila upp á 172,7 milljónir og mér sýnist nú öllu að þeir eigi kröfu á systurfélag sitt, Djúpadal EHF. Eins og ég segi, Djúpadalur EHF er með 200 milljónir eða svo í skuldir á tengda aðila. Þannig að þetta getur vel passað hérna. Svo er það hérna viðskipta kröfur og aðra skammtíma kröfur fyrir samtals 103 milljónir og að lokum handbært fyrir upp á tæpar 28 milljónir króna. Þannig þá er það upptalið. Þá hendum við okkur yfir í skuldir. Félagið er náttúrulega langtíma skuldlaust. Ekkert miklir kúrekastælar í honum Kristjáni á þessum reikning allavega. Langtíma skuldirnar eru á Djúpadal. Hann vill bara svona helst ekkert vera að sjá þessa gírun. Þú gírar fasteignina. Það er náttúrulega örgulega Nú ekki há gírun á Djúpadal. Nei. 18%. Nei. En líka bara eins og hugsaður upp á hennar verslunrekstur sko. Það er erfitt bara að skuldsetja þetta með því að hans stærsta breyta í rekstrinum er fiskmarkaðsverð sko. Og það flakkar bara á milli daga. Það er enda rosalegt flögt sem getur verið á þessu sko. Meira þess að bara á þorski sko sem er náttúrulega auðvitað á að vera svona dollarinn í þessu. Já. Nei, það er bara rétt og þau þurfa það er bara reksturinn gengur út á það. Að vera að kaupa þetta og reyna að hafa eitthvað upp úr því að vinna þetta og verka og selja erfitt þegar það flakkar svona mikið. Algjörlega. En einhvern tímann heyrði ég nú það er ekki ástæðalaus að fiskur dagsins á öllu veitingastöðum hérna niður í bæ lang og keila. Já. En það langsamlega ódýrasta hráefni sem þú færð oft á þessum mörkum. Emitt. En hérna byrju nú gæti ég hafa verið að tala smá vittleysu. Já. Gæti verið að maður sjá. Kröfur á tengda aðila. Nei, 172. Það var bara hárrétt í mig. Herru, en allavega það hérna varandi langtíma skuldina, það hangir einhver örlítil hérna tekjuskattsskuldbinding sem að leitar alltaf inn á langtíma hliðina upp á 3,1 milljón. Nú, en svo hérna eru skammtíma skuldirnar 256 milljónir og það er bara hérna, þú veist, viðskiptaskuldir 162, skuldir við tengda aðila, sem sagt til skammtíma hérna 41
ógreiddir reiknaði skattar 47,6 og aðrar skammtímaskuldir 5,7. Þú veist, skulum bara rumpa þessu af, sko. En við skoðum að sjálfsögðu veltufjárhlutfalli og þar hann Kristján og frú með 2,23 sem bara nokkuð gott, nokkuð öflugt. Lausafjárhlutfall, þar tekið byrðirnar auðvitað út 1,18 og sem bara stórfínt hlutfall, ekkert út á skammtímagreiðslu hafið að setja. Heildarskuldir 259,4 milljónir sem að gerir 44,3% skuldahlutfall. En eins og ég segi, ef við horfum bara á langtíma hliðina, þá erum við með 0%. Já, akkurat. Þannig að þetta bara stórfín efnahagsreikningur, stendur vel að vígi og svo það náttúrulega bara eigið fé, þetta klassíska 500.000 krónur í hlutafé, lögbindi var svo 125.000 og haltu nú í hestanaðina óráðstafað eigið fé 325 milljónir króna. Já. Þannig að hann á nóg inni til að spýta út arðin og eins og ég segi, bara listaverki líkast þessi efnahagsreikningur. Þetta í rauninni ótrúlega flottur rekstur hjá honum. Já, algjörlega, hann hefur náttúrulega gert vel kallinn og bara svona til samantektar í boði Payday. Þá ég auðvitað mest forvitin að vita hvernig tekjurnar að skiptast hjá honum, hvað af þessu bara hreinlega út í búð, hvað af þessu fyrirtækjasalan og hvað af þessu heitu pottanir. En hann samt sniður kallinn að, sko, diversa þessu, hann svona, þú veist, hann setur ekki öll sömu eggin í sömu körfu. Já, setur ekki öll eggin í sömu körfuna, sko. Og þú veist, það ljóst að fiskurinn mun eflaust ekki lifa að eilífu í þessu formi, sko. Já, þetta líka sko áhugavert. Fólk oft að passa sig í eignastýringu, að hafa enga fylgni milli eignaflokka. Þannig ef annað fyrir niður þá fyrir hinnu og svona. Þetta ákveðin áhættustýring. Ég held að sé engin fylgni á milli fisksölu og heitra potta. Nei, það er mjög lítil myndi ég halda, sko. Allavega á verð á þorski og verð á pottum. Það gaman að sjá hvort einhverju sjóstöður hjá Líbónum hafi nótað hjá sér. Þetta Kristjáns aðferðin. Að það fara í plast og eitthvað lifandi. Sko. En þetta mjög sniðugt hjá honum og þú veist, hann greinilega finnur það að þetta svona, þú veist, hann tilbúin að loka þetta fiskverslun og ég myndi halda að hann væri að treysta á heitu pottana, dálítið, núna. Já. Ég með núna, sorry, bara tilgáta. Ég með veltuna Hafi Spönginni, Hafi Hlíðasmára, Hafberg sem held ég bara einverslun, Fylgifiskar og Fisk Company. Getur verið að Fisk Company sé ekki bara einverslun. Þekkirðu það? Nei. Fisk Company á Akureyri. Þú veist ekki Fiskbúð Fúsa eða? Svo sérðu annað eins og Fisk Company á Akureyri. Þau að senda fisk heim ef verslaði fyrir meira en 4 skall. Þarna svona verið að... Þetta var nú leið sem að ég reyndi á sínum tíma. Já, þú ætlaðir að fara í þennan business. Já, mér fannst þetta sniðu pæling að geta panta fisk á netinu og fengja heimsend, sko. Ég tók svona 2 fundi 2017, þá var einhver gæjar alltaf að fara að senda fisk svona út af einhverja ketohópa manni í Bandaríkjónum og annar alltaf eitthvað að reyna saman. Þetta hefur allt verið voða erfitt. Já, pælingi mín var náttúrulega svo að vera með þetta í áskrift, að vera bara með, þú veist, doldið svona eldur rétt dæmið, fá bara fisk, senda hann heim 2 viku, eitthvað þannig. Sem allt annað, sorry. Áður en við förum aftur á þinni viðskiptahugmynd. Ég var að hugsa á hann, við nefndum þetta ekki. Hvað heldur þú að eldum rétt hafi breytt til dæmis í kringum bara kauphæðun að þú ert bara með fiskinn inn í matsæli sem kemur til þín í staðin fyrir að fara út í fiskbúð. Þannig að hann segir, við erum að borða minna sem örugglega fakt, ég veit ekki hvort við erum að mæla það, en það líka bara að breytast að fólk fer ekki endilega út í fiskbúð eða út í búð að kaupa þetta því eldum rétt sendir þetta heim. Sko. Þetta alveg, þeir hafa valdið miklu vissmúningi á þessu markaði, sko. Eða þú veist bara á kvöldmatamarkaði, ef svo má segja, sko, ef það skilgrundur markaður, sko. En sorry, aftur að viðskiptahugmyndinni. Nei, ekki, þú veist, það bara, það var eitthvað sem ég ætla að segja sem samt dottið úr mér. Já. En ég man bara að þetta var svona, já, ég ætla að segja þetta, þetta náttúrulega ástæðan fyrir að við kynnumst, sko, doldið. Já, óbeint, sko, því að ég náttúrulega var í sambandi við eitt félaga minn, sko, varðandi Ásbjörn, sem Fiskkaup? Sem að, já, maður veit ekki, hann vill ekki láta nefna sig á nafn hérna. Ásbjörn Ásbjörnsson, Fiskkaup. Já, verið svona að byrja undan hann þessu hugmynd og svona hvort það væri einhver markaðsgrundvöllur fyrir þessu og jæri og svo, þú veist, tekur það einhvern svona smá tíma, sko, þú veist, það er svona ongoing einhverjum mánuði. Þangað til á endanum að hann bendi mig á þig, sko. Já, ég hef alltaf sagt bara nei, þetta hefur aldrei gengið upp hérna. Já, einmitt, sko. Og ýmislegir reyndar í þessu. Ég held þetta sé bara svona, böndlar þetta inn í eitthvað eins og heldur rétt. Ég hef trú á ákveðinu tegund sem ég ætla ekki að segja því að það er business sem ég langar að gera sjálfur bara þeirra rétt árinni degi, sko. En já, ég veit hvað það er að tala. Ég held ég veit hvað það er að tala.
En hérna þetta erfitt að fá fólk til þess að skuldbytta sig til þess að kaupa fisk svona. Það mjög góða punktur. En í búið Payday samantektin, við þökkum að sjálfsögðu Payday kærlega fyrir samstarfið. Já, og ég með eitt. Bjössi baði mig að kíkja á þetta. Ok. Payday. Kíkt á veltuna eftir búð. Ok. Og það það sem ég að koma inn á hérna, að meðaltali í þessu 239 milljónir. Ok. Tökum bara meðaltali fyrir fiskongin, sinnum 2, 478 milljónir, 2021. Mínus hvað? 1,2. Já, þú ert í raun að gera 1,2 mínus þetta. Já, að 757 milljónir séu heita potta. Getur það staðist eða? Þú átt þá við að hver eining fiskverslun á meðaltali séu 250 milljónir í veltu? Já, þú veist, það með við þessar 5 sem ég tók hérna, sem standa einar. Og ég meina, kannski er fiskongurinn langt yfir því, kannski hann það vinsæll, eða þá hann bara við meðaltalið. Ég held að það sé alveg hægt að áætla, við náttúrulega vitum samt ekki fyrirtækja hliðina. Hvað kostar heitur pottur? Sorry. 400 skall? Nei, meira. Nei, ég held að það sé miklu meira. Aha. En það er allavega... Ef það væri 490.000, þá er hann að selja 1500 heita potta, 757 milljónir, 61% veltu. Spa! Já, hann hefur nú talað um að þeir hafi verið að mókast út, sko. Já, ég veit ekki. Þannig að maður veit ekki. Kenning. Engin sprettan á þetta. En herruðu, Payday, eins og við höfum talað og tölum enn fyrir, þetta er upplifun í hverjum einasta senda reikning. Og... það er von á nýjungum. Já, það er allt, sko, þú veist, Payday er bara rétt að byrja. Það er nefnilega málið með það, sko. Að þetta er að fara að umturna eins og Eldur rétt gerði. Þetta er að fara að umturna bókhaldsmarkaði. Ef við kannski taka DK eða eitthvað næst. Tökum eitthvað bókhalds. Sjá eitthvað svona. Gott sjátt. Já, hvort að þeir séu á niðurleið eftir innkomu. Ég veit við hefum ekki að gera. Setjum smá pásu á, þetta verður sumar þar sem gellugrillar humar-seríuna. Það er alltaf bókhaldið. Þetta er gjössal á hinum pólnum, sko. Já, förum í bókhald. En við þökkum Payday kærlega fyrir og hvetjum ykkur öll til að fólk sem er í litlum meðalstóru rekstri, kynni ykkur þetta. Já. Eina vitið. En á þeim orðum þá held ég að við förum nú svona slá botnin í þetta. Hér í dag og já, er eitthvað svona fleira sem við viljum koma inn á? Nei, væri ekki gaman að enda þetta bara fara á YouTube, fyndi einhver auglýsingu frá hann, endum þetta bara á kallinu sjálf. Já, það málið það. Já, ég held það. Eða heitir pottar auglýsingu? Já, endum þetta á því, gefum honum smá sjátt. Það svo? En þetta er bara, Ísland væri fátækara ef við hefðum ekki svona karaktera. Menn sem hafa bara gert í rauninni að segja þetta eftir í hug, farið á hausinn. Já, algjörlega, ég meina, þú veist, hann hefur farið allan skala. Það gefast aldrei upp. En þetta málið þetta er inn á YouTube, þetta er allt bara eitthvað svona auglýsingar, hvernig á að eitthvað plugga inn og eitthvað svona. Herru, við segjum bara fiskikongurinn, we salute you, bang, það ekki, bara eitthvað svona. Jó, eins og einhver segir svona, alltaf flottastur. Já, takk í dag, humar.